Já, komið sæl og velkomin í Skákdagsins og nú svo nýbreytni að ég kom með gest, það sjálfur Vignir Arnar Stefánsson. Komdu sæl. Já. Herri, þú átti fína skák í dag á móti Birni Þorfinsinni. Ef við kannski að snúa svo við. Já, það var svart. Það var svart hjá þér, finnst þér það? Það er flott. Flott. Já, þetta er hana. Herri, maðurinn leik D4, hann kannski gerir ekkert mikið annað. Og þú leist E6. Það er til að stoppa svona típisk bráði á... Já, eitthvað svona biskup G5 í lífið. Já, það er típisku bjössi, sko. Og svona aurarónum að fara í frakkan með það leik E4. Síðan þú teflir, hann náttúrulega teflir ekki D4, þannig að það var ólíklegt. Maður var náttúrulega að stúdera í svona solid 3-4 tíma og fyrir þessa skák og síðan úðar hann út einhverju rugli. Andskoti. Hvað? Ég held að hljóðirina, sorry. Ég held ég hef glemt að kveika hljóðinu. Nei, við erum góðir, Þetta er algjör steypu upp fyrir tíma. Nei, allt er góð, við höfum bara að hafa gaman á þessu. Það eru Rittar 5-3. Það kom hérna... D5. Já. Ég vissi að það var þess að stuð. Og núna leika hann E3. Það kom þér óvart. Já, ég tefli þetta með hvítu, sko. Ég tók tímabil og sem ég telti þetta alltaf með hvítu. Ég veit besta leikinn eru svart sem er A6. Með hugmyndir að drepa C4 og leika B5. Já. Það með drepa henni á B5 og fá góðan biskupina. Já, en B3 er ekki góð leikur segastrifi en alltaf bara staðaskyrur. Já. Ég leik C5. Fullkominn sens. Núna ábyrsi sem bara leika biskup B2 en Helgi Ólfsson átti að gagnrýndi C3 D5. Vildu meina það var slagleikur? Já. Já. Hann drepur hérna og þú drepur með rittara? Já. Allt rétt? Já, ég held það. Þetta er ekki að taka á stakkapiði? Nei, stakkapiði þegar hann komið með B3 biskup B2 svo kannski eitthvað... Já, ok. Þetta ekki. Þá lengur biskup B2, þú drafst hérna. Já. Og hvað er náttúrulega, ég fæ skákinn á B4 einu leik, sko. Þannig ég skáka B4. Það var alveg biskup D2, annars var ég... Einmitt, ég fór yfir þetta, meira að segja að það er ekki bara að það sé slæmt upp á hróki, þú vinnur lið, sko. Já, bara F... Dreipar hérna á... Já, Rittar C3, já, ég var ekki að segja það, sko. Já, Rittar D2 er bara slæmt. Vestafalli verður að vinna hana. Já, Vestafalli var bara biskup D2, sko. Biskup pari? Já, hann verður alveg biskup D2. Já, verður alveg biskup D2. Og bakka bara. Já, af því að hann vill hafa biskupin á B2, þú kemur veg fyrir það. Ég náttúrulega vildi að vinna þessa skák, það var tóltið mikilvægt fyrir mig upp á áfókasensa. Já. Og hann leik Rittar C3 og ég var mjög ánægður hér af því ég fekk að drepa D4 og gefa húnu stakkapiði, sko. Gat hann ekki telt eitthvað aðeins bara örgar, Rittar F3 og hrókað og... Rittar F3, skemmtilegst að Rittar F3 okkur með drótning F6. Já, hörðu, eitthvað vesinn hérna? Já, ekki eins og Rittar A3, það er alltaf valda bara. Þú þarfst að leika Rittar D2. Já, ok, þannig að hann var kannski smá vandræði minna. Já. Það verður að leyfa þetta. Ég held það og hérna var hann bara ógeðslega ánægður með stöðuna og ég leik grunlega nýjung Rittar S. Já, ég er mjög fljótur að fletta upp hvort sem nýjung, allavega samkvæmt mínu base, þá hefur þetta telt einu sinni aður. Rittar S og nýjung. Já. Þú vilt bara forða stöðskipti. Já, og halda fleiri gull minna og... Tefla á móti veikleikanum. Já. Hérna fannst mér nú aldrei geta verið með vera, sérstaklega eftir biskup D7, sko. Þá kem ég lélega biskunum út. Já. F3. Já, ég sagði myndi við á hann, afbyrðið í frakkan sem ég teflið þá, ef maður nær þessum biskup B5 og Rittar hér, það er algjör rjómur. Já. Drótning D2. Og hérna... Skiptir upp á Rittarunum. Já, því ég vildi ekki leyfa hann að fá eitthvað svona Rittar í F4, sko. Já, og líka fínt bara þá kemur þessu biskup á D5. Já. Og hérna hugsaði að ég geti bara verið með betra, sko. Já, ég er sammála því. Ekki allir samt sammála þeirri, sko. Nei, mitt. Það reyna að koma upp frá hrókir en það er svo sem bara tímabundið. Já. Hrókar hérna. Og hann Bjössi fór mér þetta eftir skákinu, sko. Já. Bjössi er alveg á því að þetta sé betra hvítt. Já. Og hann var bara reyndar alveg með svona smá samsvarandi hugmyndi, bara íta A og B og það stand og við getur, sko. Bara íta hérna og reyna að fá okkar space. Já. En þú veist, ég held að svartur eigi alltaf með þægilega leiðir fyrir allavega tölu, sko. Hrókur sé átt og hérna held ég að hann leiki svona fyrsta, kannski dálítið slæðan. Já, leikur hrókur F7. Já. Og núna leiki ég drótning D8. Málið er, nú er ég að hóta bara mjög miklu. Það er að passa drótninguna. Já, ég er að hóta Rittar A5 til dæmis. Og þá er ég að hóta að drepa sér hrókin. Já, leikur engu, ég held að ég ætti að gera í Jaspers eða Ctrl Alt 0 og fæ ég leikin hjá þér eftir. Og þá er bara honni á
Já, ég var að rekna hrókudrepur, riddaradrepur B3, hróku B1 og þá á ég A5. Já, getur svo valdaði og það. Já, og síðan valdaði með A4 og ég er bara pána upp, sko. Þannig að smá vesen hérna, hann hefur ætlað að hann leik með þessu G3 ætlað, veit ég Já, hann ætlað að eiga biskup C7, sko. Já, hann ætlað bara að svara riddar A5 með biskup C7. Já, ég er fljótur að klúra á skákinni svoleið, sko. Þá tapar það bara. Já. Já, ok. En hann visti af skemmtilega leika þér. Já, og hérna er leikurinn sem bara vinnur skákina, sko. Þetta er svolítið lúmst, sko. Já, en náttúrulega að leiða biskupin fyrir af eftir, þá var ekki að valda D4, sko. Hann vissi valda á D4-peðinu, þannig að þú átt þennan leik hérna biskupdrepur B3, skemmtilega leikur. Og ég vann drepið þetta, þá held ég að sé bara allir kallarnir núna í andardrepið. Ég nefndi ekki að hugsa til skákinu að því ég sá bara að það var allt onni. Það er ekki hægt, þetta getur ekki virkað, sko. Já, nefnilega þegar ég var að skoða þetta þá svo ég fyrst bara, já, riddar E7 hann er onni. Svo bara, nei, þá getur það valda hérna því það er riddarlega fyrir. En þótt að hann geti valda, sko. Gleymi þessu. Það er samt onni og E2. Það var allt onni, sko. Og bara velur bara allt sem þú tekur, sko. Það hreinur húsið, sko. Þannig... Já, hann að riddar D4 hafa bara allt onni í hann og hann tapar. Það var ekki neitt. Hann leikur örugglega besta leiknum. Fór tilbaka, valdaði peði. Já. Þá hann bara búin að fá frýtt peði. Já. Og hann getur ekki drepið þetta núna. Nei, út af riddar D4. Já. Það meiri sér onni á C-num og B7 og E2. Það er allt onni aftur. Já, bara hér langum fallast. Já, aftur allt onni, hérna onni, hrókurinn onni bakvið, fellur bara allt. Ok, svo hann fór hérna. Já, og hérna fyrsta línu sem ég reiknaði var það sem gerist. Bara drepa og riddar A5. Ég vissi að Bjössi myndi líklegast leika hrókur C5 sem ég sá að var hérna miðstök. Ok, já, svona fristandi, þú drepur, annars eftir að hann með tapar, sko. Það var sveið sílínu. Þá áttur þau þennan. Já. Og var hann fljótur að leika hennar? Já, ég held að. Ég held að hann vissi samt að þetta væri búið. Ég held reyndar að hann hafi mist, sko, hrókudrepur D5, þú veist hvað annar unni, skák og C1. Og náttúrulega ef biskup F1 núna, þá á ég hennar fallega að leika riddari D2. Já. Og það sem að hóta máti, þá þarf hann að hefur tíma til að drepa hennar. Já, og ég drepa á F1 og ég drepa hrókinn og húsið fellur. Já, það verður hrókiður. Hann gæti að hafa haldið samt að eftir biskup E, hann hélt kannski, ég hef annars að segja vitið að hann... Já, hann lék þessu. Já, hann hélt kannski að ég hefði þurft að drepa E og þá er hann lifandi eftir kongur F2, sko. Já, því að Ronja B3 hérna. Já, í lokin, sko. Ok, ég peði yfir en ég held að þetta sé eftir líka. Já, en þú drafst ekki einu, þú drafst bara D5. Já, og hérna gaf... Og þú skipta mér yfir og ert bara að vinna liðið. Verður að leika hér og hann kemur bara hrókur. Það er riddari D4. Já, byrjum að því. Já. Og hótar bæði hér og svo hér. Já, Bjössi nefndi ekki að þjósta. Nei. Já, herri, þetta var bara snakkara skák. Já, Gefið þér fína sénsa, þú átt hálfa vinning til hann á EM að fanga á. Já, vinna 2 fyrir stórmeistara. Þannig að þú ætlar bara að vinna 2 og sjá hvernig það skilir á lokin. Já, það er alltaf planið, sko. Markmiðið fyrir mótið var að ná stórmeistara. Já. Sem átti að þægist. Háleit markmið hjá þessum unga meistarar, við þökkum honum fyrir innletið og sjáumst á morgun. Taflið þess klukkan 3, takk fyrir okkur.